þú ert hætt að drekka það ekki? Fyrir löngu síðan. Ég hætti að drekka 2012. Já, ok. Og hvað var til þess að þú... Ég bara fann það að áfengi gerði bara ekkert fyrir mig, sko. Nei. Ég var náttúrulega alveg rosalegu slarkar og djammari þegar ég var yngri og vinnuhestur og djamhestur, sko. Og tileinkaði mér ekkert sérstaklega góða lífshætti. Ég bara þrælaði mér út og var þar sjálf minn mesti þrælahaldari. Og 2012 þegar ég tók þá ákvörðun að fara í meðferð og hætti að drekka, þá var ég búin að vita alveg í 10 ár að áfengi væri ekki gott fyrir mig og ég hafði raunverulega ekkert gaman af því að drekka áfengi lengur. Og það náttúrulega vitað að áfengi bölvaður skaðvaldur fyrir okkur, bæði það vont fyrir líkamann okkar en ekki síður fyrir sálina og það mikill svona þunglindisvaki. Og ég var farin að upplifa depurð í fyrsta skipti í lífinu, svona depurð sem ég komst ekki út úr og svona lifði alvöru svona bara svona klínist þunglindi 2 ára skeið. Og þegar eftir að við fluttum til Íslands, þá tók ég bara þessa ákvörðun að þetta ekki að gera neitt fyrir mig lengur. Nú þetta bara farið að skaða mig og mína andlegu heilsu og þetta bókstaflega það skynsamlegasta sem ég hef gert dagana. Já. Og mér fannst æðislega gaman á Vogi. Já, ok. Og ég bara glöð að ég skammaðist mín ekkert fyrir það að vera alkohólisti eða viðurkenna það að ég ætti alls ekki að drekka vín. Og mér fannst ég læra mjög margt inn á Vogi. Já. Og það var kannski svona upphafið að því líka að ég þurfti svona að taka svolítið til í eigin ranni. Já. Vegna þess að það að taka út fíkniefni, hvaða fíkniefni sem eitt og sér ekkert nóg. Nei. Vegna þess að allir sem hafa misnotað einhver þau lyf sem að deyfa eða slæfa hugan, eru yfirleitt í veikri von að reyna að lækna einhvers konar vanlíðan. Og það var klárlega tilfellið í mínu tilfelli. Já. Þannig að eftir að ég hætti að drekka, þá fór ég verulega að líta inn á við og skoða ýmislegt í eigin farið. Þannig að þetta var svakalega gott upphaf fyrir mig. Já.